Góðan daginn, Svenni T og velkomin til Nörd Norðsins. Í dag erum við að kíkja á leikinn Halo Infinite sem var að koma út á Xbox One og Xbox Series vélum ásamt PC á Maxwell-búðinni og Steam. Fyrst sinn sem Halo leikur hefur komið út á sama degi og PC leikjum. Halo Infinite er búin að ganga inn smá svona erfiða fæðingu en eftir árssenkun er leikur loksins komin út. Við fengum þetta forsmekk af leiknum fyrir nokkru vikum þegar fjölspilleiksins kom út sem er enda frí svona í alla Call of Duty Warzone og Fortnite og allt svoleiðis. En núna 8. des kom út singleplayerinn sem söguhluti leiksins. Og þetta er leik sem er búin að beða alltaf lengi eftir. Þetta er fyrst í alvöru getur við sagt Halo leikurinn stóri svona inn á þó nokkuð mörg ár og fyrsti svona, hvað ég sagt, svona fyrsta tækifæri 343 að setja sitt mark á seríuna eftir að þeir tóku við Halo-seríuna Bungie þegar þeir fóru að gera Destiny. Halo 4 og 5 voru svona komið mismunandi vel út en þetta virðist svona fyrsta sinn sem svona að þeir að vera róttæk breyting á seríunni. Halo Infinite getur við sagt er blanda af hefðbundum svona Halo leik svona sandbox combat dæmi og tekur alveg element úr leikjum eins og Just Cause og Far Cry og svona open world. Sko er ekki að segja þetta er fully open world leikur, ég myndi segja þessi svona semi-open world. Það er alveg sæmilega drjúgt svæði sem við höfum samt til þess að kanna. Þegar komið hérna í leiknum, þetta er, hvað að segja, kannski hálftíma, 3 korter, eitthvað svona hálftíma áður en að eftir leikurinn byrjaður, ég hoppaði yfir fyrsta partinn og við erum hérna inni í eftir að hafa barist inn borð í gameskipi erum við núna komnir niður á Halo hringinn, Halo Z heitir hann og erum að berjast hérna í svona iðrúmans getum við sagt og reyna að komast upp til yfirborðsins. Leikurinn þetta fylgir áfram sögunni sem var í Halo 4 og 5, sérstaklega 5 öruslag, í sambandi við Cortana og Banist og fleira. Og maður er ennþá hann að segja, sko, eftir atburði 5, Halo 5, þegar Cortana tók völdin pínu í sögunni og svona gekk svona pína berserksköflum og sumra mati, þá er Master Chief mættur hérna eftir nokkuð tíma í dvala í geimnum að reyna að finna út hvað kom fyrir, hvað var úrskeiðis. Augljóslega hefur jörðin orðið, jörðin og bandamenn hennar orðið undir í baráttunni við Bannis sem eru svona hliðarrof af Covenant og eru svona hópur sem voru leiður að vera undir oki, orgli, Prophetana sem ríða öllu í lögum og lofum þar. Það er skemmtilega slatti af nýjum vopnum til þess að notast við. Kannski skemmtilegasti viðbótin í leiknum er grappluck sem sést hérna. Mjög þægilegt að grípa, að nota til að grípa svona hluti, svona tanka sem springa og kasta sér átt á óðurum. Einnig getur notað til þess að pikka upp vopn og sprengjur ásamt í að nota til þess að toga þig upp eftir umhverfinu eða toga þig átt á óvinni og getur uppfært þetta síðan setna mér þannig að þú veist að óvinnurinn verður stand þegar
þú nærð tauginni í hann sem heldur þægilegt, sérstaklega mútið eins og þessum Jackals sem eru með skildina, þeir eru svo hendlilega ofurinn, alveg síðan í fyrsta heilaleiknum á sín tíma 2001. Ég hef alltaf verið svolítið ánægður að nota nýtlerbyssuna einhvern veginn og þetta er ekki nú klassist einhvern veginn í Halo að vera nota berja óvinnin einhvern veginn. En ég held þetta einmitt til þess að ná skildin niður á Covenant-óvinum. Þeir eru einmitt eins og þessi görur, þeir eru sem sagt með skildi og það er mjög pirrandi að eiga við á stundum. Og þá máttum maður til að slá þá til þess að ná skildi niður og sem klára á með byssunni eða vilbyssunni eitthvað. Það verður að segja að athyglisvert að með svona fyrst þess að ég hef pröfað leiknum er að hann er þess erfiðari en hinn leiknir sem er ekkert slæmur hlutur en ég held að þetta eitthvað sem spilast inn í hver opnar hann er bæði í spilun og umhverfi og það klárlega gera verkum að aðeins að hugsa suma hluti aftur, getur við sagt. Já, hann er með þetta klassísk kombóin. Taka Elite og slá hann. Leikurinn, mínum að þetta lítur og slúti. Ég er búinn að spila hann bæði á PC og Xbox Series og jafnvel Xbox One X og lítur hann hrikalega vel út. Það kemur nýrri grafíkal sem 343 byggur til sem heitir Slipspace. Ég veit reyndar ekki á hverju sú engine byggir, hvort hún sé nota einhvern aðra vél sem grunn eða ekki. En er mjög fornilegt að fylgjast með þess að sjá hana. Það er svona, maður sér það strax að það er svona talsveit meira verticality í spílunni með þessu, bara með hvað að segja, bara með hvernig þú ferðast umhverfi leiksins með að nota þetta til að ýta þér áfram og tóið áfram og allt svoleiðis. So sorry, ég var aðeins að fletta þetta verður svolítið forðin þegar maður er að tala með eitthvað og við erum að pæla í sem sagt já, Slipspace engine var sem sagt nótið búin til að 343 fyrirtækinni fyrir Halo Infinite. Þannig að þeir byggu til sína einn custom graphical til þess að keyra leikinn, enda er Halo Infinite, hvað getur sagt, fyrsti stóri leikur þeirra og fyrsti hvað segja, svona stóri open world leikur þeirra. Þannig að það búið að vera rosalega mikið pressa á 343 og Microsoft með þennan leik eftir miðlungs, getum við sagt, viðtökur bæði Halo 4 og Halo 5 að þessi leikur yrði sumir litið einhvern veginn á þetta að vera make and break skilur fyrir fyrirtækið að hvort þetta stúdíu sem sérstaklega var búið til þess að halda áfram með seríuna eftir að Bungie fór, hvort þeir myndu yfir höfuð geta þetta ekki, skilur. En mér er svona fyrst það sem maður sér, eða hvað getur við sagt, séð að leiknum og spila á honum, þá er það held ég mjög góðs viti og ég veit þar sem svona harðir
unnendur sem ekkert alltof brjálæðislega hrifnaðir óbúinald, en að mínum mati var komið tími til þess að hrista þessu upp í seríunni og formúlunni. Og heilleikirnir hafa alltaf snúið svolítið mikið þetta ákveðið frelsi, hvernig þú nálgast, vissa bardaga og slíkt. Og þetta rauninlega bara að taka það og færa það á stærra level, getum við sagt. Alltaf gaman að horfa á heim Halo einhvern veginn, alltaf einstaklega flott að tekja þetta Forerunner dæmi. Forerunner eru svona þeir sem komið undan, það á að vera kynþáttur sem bjóð til rosalega mikið tækninni sem hinar kynslóðnar nota, eins og byggu til Halo hringina og fleira, en þeir dóu talsvert á undan. Við þengjum fyrst svona almennileg sögugaflin sem ég ætla að leyfa aðeins að spila sprút. What happened? Where is Cortana? The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember? My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. Good. Good? My programming failed. I'm not supposed to be here. You need to delete me. No. No. I was created for one purpose, and that purpose is no longer needed. My mission is over. We have a new one. The Banished are planning to fire this ring. We need to make sure they don't. First of all, what's a Banished? Second, you may have noticed that a significant piece of this installation has been damaged, making that impossible. And third, to fire this ring, they would need an activation index. Cortana had the index. I had parts of it as well. Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The missions changed. They always do. Are you sure? Svo sem talar fyrir Weapon talar einnig fyrir Cortana og Dr. Halsey sem byggði alla gerðugreinar. Jen Taylor, hún frábær og hefur alltaf verið ralleikarinn einmitt fyrir Cortana. Ralleikarinn fyrir Master Chief heitir Steve Downes og röddin hann segir bara Master Chief hefur alltaf verið fyrir mér, alveg síðan ég heyrði hana fyrst 2001. Og hann útlit Cortana einmitt pínu byggt á Jen Taylor og hann skondið einmitt að hún skuli vera raunverulega að leika 3 hlutverk í leiknum. Að hún skuli vera einmitt, já, hún að tala fyrir Halsey líka sem við heyrum í núna. Halsey þetta byggði gerðugreinar á sér, bæði útliti og heilanum hennar, þannig að fyrir vikið augljóslega mikið af henni í þessum gervugreindum sem eru notaðar. Og þetta symbíska tengsl á milli Master Chief og Cortana lengst af. Og sjáum við glefsur mynd að æskunni hans.
það mjög fornöld að lesa einmitt bækurnar sem voru skrifaðar sem fjalla Spartan-prógrammið og John einmitt sjálfan einmitt hvernig börn voru tekin á fóldrunum og gert tilraunir á þeim til þess að breyta þeim í þessa Spartan sem átti að vera til þess að berjast einmitt gegn Covenant sem varu að ganga frá jörðinu á sín tíma það leyti sem fyrsti heiluleikurinn að gerast. Is it safe? I think so. Yes, Ég að fíla einmitt it's safe. weapon-kartinu nýja sko. Ég búinn að spila nokkra tíma sögunni og multiplayerinn þess að ég spilað og ég verið að segja ég gaman af svona henni nálgun, þetta svona Part of me. hvað getur sagt, hliðarútgáfa af Cortana en samt I don't know how, but sin eigin persóna, hún einhvern veginn it was the last part I að remember. vera sin eigin karakter finnst mér. Let me just. Master Chief alltaf sérstakur karakter vegna þess að við fáum aldrei að sjá hann. Við höfum aldrei séð undir hjálminn til dæmis. Here because you were chosen. Þetta einmitt að draga sig. Our enemies are getting smarter. Einmitt Spartan-prógram var hrikald vegna þess að stór hluti af þeir sem tóku þátt í því, eða þátt voru neyddir eða eitthvað þátt í því, lifðu það ekki af. Og John var alltaf Onto the battlefield. poster childið fyrir þetta þess að hann Yes, Dr. Halls. gekk perfekt upp og hann var alltaf mjög hlýðinn bæði hernum og öðru. Unlike previous. Og hérna einmitt fórum við að sjá einmitt þegar hans Between your mind and this. sér Cortana í fyrsta skipti. Communicating with your neural interface. Think of her as a new set of eyes to aid your reactions and upgrade your reconnaissance. She's not the driver, but a way to level the playing field. What do I call her? Ask her. She named herself. Hello, Master Chief. I'm Cortana. Og þetta hvað rallleikarar geta sett mikið af sér stundum í hlutina og orðið To humanity's survival. She will do anything órjúnur hluti persónunar sem þeir leika og hjálpa til þess að skapa. that means sacrificing herself. Alveg svo með Master Chief og Cortana og Marcus Phoenix í Gears of War leikjunum. Ég hefði lengst af sagt I touched með rallleikara God of War leikjana en Christopher Judge data. var svo brilljant í síðasta God of War að ég einhvern veginn get alveg ímyndað mér að 72 God of War leikarar engan yfir vikið. On the other hand, this is the And- framework I used to trap Cortana. It contains Önnur líka the myndi ég segja Ashley Burch sem fragments of it. Aloy í Horizon Forbidden Dawn og Forbidden West sem myndi koma út á næsta ári. Well, based on what you've told me so Mér finnst hún far, einmitt frábærlega. the question is, did Banished need it? Do it. That was something. Halo-hringirnir eru athyglisverðir fyrir þess að geta þeir eru bæði raunverulega staðir sem þú getur verið á, búið á, sem eru svona hringheimar ásamt því að vera sem sagt miklu meira sem eru vopn. Voru upprunlega held ég notað sem vopn gegn flott óvinnunum sem voru svona, Did I miss something? hvað er það, symbiote eða voru svona, I don't have access. svona svo Root out of here. Okay. symbiote, bara voru einhver svona, ég veit ekki hvað er best að segja, einhver bara gangandi sjúkdómar getur við bara hálfpartinn sagt. Ég hoppaði að setja þess áfram, ég held ekki, þú veist, þetta er alveg 1,5 tími Identifies as próloginn í leiknum, Can you operate it? svo ég svona ákveði að spara einhver aðeins vissa parta. Banished eru fyrst kom fram, langar mér að segja, í Halo Wars 2, herkænska leiknum, spin-offið. What if it's a friend? It isn't. Og hérna vorum við að sjá fyrsta bossin í leiknum með mitt.
you should be brought before him. He did not specify in how many pieces. Vel, sem fæstum, myndi ég segja. Ég er að spila leikinn í quality mode á Xbox Series X sem það 60 frames per second í svona 4K sem það var hægt. Ég er hægt að spila í 120 frames. Ég hef aðeins testað, ég er ekki alveg með að nota hann hvort ég myndi vilja það. Kannski bara með vanur, en það voru Halo tímabili í 30 svo það er svona eftir að segja til hvað. En það er gott að hafa valkost, getur við sagt. Eitt sem er alltaf, finnst mér mikið Halo er þetta, þú getur verið með 2 vopn, svo þú þarfst vanlega að vera mjög góður í því að nýta þér vopnin sem eru á vígvellinum til þess að lifa af. Þannig að sérstaklega eins og sko, þú hefur vanlega verið á þeim stöðum þar þú veist, er ekki human control. Þannig að þú hefur oftast þurft að mixa og matcha þínum eigin svona human vopnunum við vopnin frá Covenant eða eins og hérna Banished. Og þetta er svona dæmi sem snýst svo mikið þetta aðlaga sig. Þú veist, þetta er að maður er með að adjusta sig að umhverfinu og breyta stílnum í bardaganum eftir pínu, svona, hvað við sagt, hvernig gengur. Og núna er mitt fyrir að fara að byrja, nú erum við bara að koma upp fljótlega. Þarna er Echo, þessi gaur mitt fann okkur. Leikurinn byrjar á því að Mastiff fyrir fljótandi í geimnum eftir orustu í lok 5, Halo 5, og hann finnur okkur og hvað ég segja, kemur okkur í gangi aftur. Þú hérna fyrst fáum við að sjá, getur við sagt, breytinguna á seríunni. Bæði eins og hérna, þá byrjum við að sjá sem sagt að það er hægt að finna upgrade hluta fyrir armorinn og svona abilityin sem þú ert með. Þannig að þetta er svona, þarna kemur með þessi samlíking við leiki eins og Just Cause og fleira svona open world Far Cry sem þú ert að finna einhverja hluti, upgradeaði, verða betri og hægt og rólega og taka yfir einhver svæði. Og það er svona eins og maður segir element af því í leiknum. Þú ert að reyna að berjast við Banished á Halo-hringnum, finna út hvað þeir eru að reyna að gera, finna út hvað er hvort hana og reyna að stöðva allt saman. Grants, alltaf gaman að þeim síðan maður fyrsta heilleiki sem þeir eru kjánalegir og heimskir en þeir geta samt gengið frá þeir ef þeir eru nóg margir. Þetta er sem óvinni. Þeir ná mann ekki á gáunum en þeir ná mann stundum á fjöldanum og hvað þá þeir eru ofta róslátt með handsprengjur, svona stykki handsprengjur sem bláu sem maður passi að vera ekki fyrir svo það límist ekki við mann og maður drepist. Þarna er, hvað getur ég sagt, the big baddie. Best of the banished, not by any measure. It occurs to me that we have not been introduced. I, of course, know of you, Spartan. Your legend, the fear you inspire is admirable. The hope you stir in the hearts of your kind. Misplaced. I want
depths where you beg me for mercy. I am Escharum, War Chief of the Banished. This is my world now. And you have little time remaining in it. Eins og heyrist þá erum við að fá mjög góðar móttökur. Þetta ekki alveg maður. Það alltaf eitthvað við það í heilauginna. Standa á hringnum, horfa upp til himinn og sér hringinn tegið sellar áttir. Ég veit að það svo sniðið að hleypa alltaf í kringum en þetta var opnum og laus. En það einmitt eins og segi á þessari stöð, þessum hring, heilusetan, einmitt Banished búin að vera að koma sér upp stöðum til þess að ná völdum á hringnum ásamt í að UNSC eða bandarski Human herinn hefur verið þarna og skilið eftir sig vopnum og stöðvar og svona en þurfti að lúta í haldi fyrir Banished. Og hérna fyrst svona getum við séð breytingun á Halo getum við sagt. Þetta semi-open world þannig að það sem það þarf aðeins að þú getur nálgast bardagana úr ýmsum áttum og með grappling hook sjálfkrafa opnar þetta, þú veist, nýja möguleika fyrir þér, myndi ég segja. Það er svona aðeins stremnara fyrstir sem maður ekki vanur að miklu fleiri óvinir sem að díla upp kannski. En þá þarf maður að vera góður að nýta þessu umhverfið og vopnin til þess að yfirstíga það. Það er ótal, eins og segi. Ég er þetta að hinn byssa sem ég aldrei fílað í heilaugum litla semi-hringurinn byssan sem er svona þessi sem ég var að labba fram í held ég. En ég hef séð rosalega flott gert með hana að fólki sem kann að nota hana. Það hefur bara aldrei verið ég. Ég verður að segja ég er að fíla snæpirifil. Hann er heldur cool að geta nýtt svona úr fjarlægð. En það eru sem sagt stöðvar og virki sem maður getur náð og svona maður er hálfbarning sagt að því séu svona mini-borð út fyrir sig. Þú byrjar að opna skilst mér hægt og rólega fyrir kortið. Þetta sem gerir leikinn svolítið öðruvísi en áður. Ég myndi að þú ert að opna fyrir. Fyrirparturinn af vídeóinu þegar ég var neða, það var tekin upp einmitt á Series X vélinni manni og þetta er tekið upp á Xbox One X. Ég held ég hoppað á milli. Svo það heldur þetta á Xboxinu og að geta hoppað á milli þannig að saveið færist sjálfkrafa hvort það sé Xbox eða PC ef að leikurinn styður það. Þannig að ég var aðeins að pröfa og sjá hvernig hann fungerði á milli. Það er síðan auðvitað, eins og maður segir, það er svona klassist í Halo-leikjum og það er faratæki og fleira. Ég hef séð jeppan, fjórhjól, ég myndi veðja, ég held að Covenant faratækin sé líka, flugvélinn, og hvað finnst það, skutla, ég veit ekki hvað maður að kalla sleðan þeirra svona sem maður getur stólið sem býst í við sig og fleira. En þegar leikurinn er svona stærri þá þarf maður að hugsa þetta þessi öðruvísi upp á að þetta er meira verticality. Það verður örugglega einsting að kanna borðin betur. Verðum þá að átta sig öllu og læra á einhvern veginn. Ég leita annarri byssu, þess að ég var búinn með ammoði hinni.
Þetta mjög algengt líka í heilleikjunum. Það margar byssur sem eru svona með kost og galla, eins og mikið af Covenant-vopnunum eru energy based og þau eru til offitna, svo þú þarft að vera meðvitaður þá getur ekki bara haldið takkari minni og það stundum að venda hitan eða gas eða eitthvað leiðis, þannig að þú þarft að passa upp á það. En ef þú lærir að nota vopnin vel þá geta það nýst ráðlega vel. Þetta er líka oft þannig að sumir óvinir eru veikari fyrir vissum tegundum árasa, þannig að maður stundum hugsa út í það. Hérna fyrst byrjar maður að sjá aðeins hringurinn. Sko hringurinn virðist einhver rugli, sko, ólíkt öðrum heilarhringir sem maður hefur séð. Hann er bæði brotinn og virðist eins og hann sé í leiðinni einhvern veginn að umbreyta sig, getur við sagt. Það verður fornilegt að sjá svona hvert sagan leiðir og hvort þetta verður. Það var að tala, held ég, mér langar að segja að tala þetta leikurum var kynntur á sín tíma. Þetta ætti að vera uppöðu nýri svona trilogy, getur við sagt. Og ég er svolítið spenntur að sjá hvernig það verður. Það er svolítið mikið potential þar til staðar einhvern veginn, myndi ég segja. Ég hef alltaf verið sakkar fyrir lórunni í heiluleikjunum. Ég hef lesið ófóðar heilubækurnar. Sumar eru svona misgóðar, en það eru sumar sem eru frábærar, eins og Fall of Reach og fleiri. Það kafar rosalega mikið í baksögu heimsins og karakterina og gefur ótrúlega mikið detail á heimnum og svona mythologíunni á bakveða. Sem kom út nýjar bækur þegar Halo 5 kom út sem voru Forerunners. Þannig með flugmaðurinn sem bjargaði þér sín tíma. Ég var með sjálfur held ég fastur í geimnum eftir orustuna við Banished, held ég. Did you find the weapon you were looking for? Can we go? Ekkert óðaldan breiði þar sem hún lítur út eins og Cortana. Já, svona á mestu leyti. It isn't Cortana. Tell him. But it's classified. Permission granted. I was created by Dr. Catherine Halsey to mimic this installation's security to trap Cortana for deletion. I was successful. Cortana is no longer a threat. Ég er einhvern veginn ekki viss um hún hafi endilega verið successful. Það er einhvern veginn virðist ekki að kynna þessi svona I think I'm with you. glufir í minninnar og það verður eins að sjá þegar líður á söguna hvað raunverulega gerðist. This is fascinating. You're trying to survive. But I was Já, fullkomn par. Really? One person with a death wish wasn't enough. No, I was just figuring what I'm supposed to. Wait. I'm picking up a UNSC distress signal. Location. The source is 4 kilometers from here. En já, eins og maður segir, þetta er svona fyrsti parturinn af leiknum Here's the distress signal's point of origin. og okkur langaði þessa sýningu leikinn. This is our current location. Það er mjög vel að nálgast þannig, ef þið verið með Game Pass annað á Xbox eða PC, þá er ekkert mál að I say was. sækja leikinn, annars er þetta að kaupa hann á Steam, Xbox eða Microsoft búðin á PC Now, here's the cool. og hoppa inn í hann. There are more Söguhlutinu er bara það sem kostar, fjölspilningsins er frí, þannig að geta allir They have paused. hoppa inn í það. Each one is associated with a territory. Here is the Og hérna eins og sést, hérna kemur um þetta svona Just Cause Far Cry elementi, svona það sem fólk er búið að tala um. Þetta FOB, eða þess að Field Operation Bases sem þú getur tekið yfir og fyllt upp í kortið. Og þarna verður gaman að svona sjá hvort þetta verður vonandi og ekki of þreytt til að líður á. En ég segi bara takk fyrir mig í bili og endilega fylgist með okkur á heimasíðunni okkar nördnarsins.is og Facebook og annað staðar. Og bless í bili.